Ég finn bara lykt af peningum þegar ég heyri þetta lag. Já, það? Þetta svo mikið peningalag eitthvað. Það Æ, var hann í Wolf of Wall Street. var þetta lag það? Já. Þú erum við með úlfatengingu? Já, Wolf of Wall Street og svo Money Heist, þarna Bella Ciao líka. Ég reyna að sena mig út núna. Já. Ég vil fara að komast á takkana, þú hefur verið að lýsa því yfir þetta og þú viljið fá nýtt lag. Já, ég Það er vil aldrei að vita fá nema- stef. Þetta er náttúrulega síðasti þáttur í seríunni okkar, Winter Working Moms. Já, Þannig að það er aldrei að vita nema við komum bara með nýtt introstef í næstu seríu. já, ég held við ættum að hafa markmiði. Já. En mikið rosalega sem þessi sería er að hefnast vel. Já, heldur betur. Og- Þetta hefur gefið okkur mikið. Ég hef heyrt að það séu sumar mæður sem bara liggi yfir öllum álagningatölum. Já, Þetta er farið að stýra kauphæðun. já. Svo var álagning svo háð þarna, ég bara hætti að vesla þarna. Já, móðið þín er náttúrulega eina af þeim. Já, þetta er ég nú bara að góta hana. Hún, hennar kauphæðun stjórnast algjörlega á þessari seríu. Já, einmitt. En herðu, 27. júlí, það er svona... En reyndar, það má koma því að- Fyrir að koma að Verslunarmannahelgi. Já, ég ætla að segja, hún notar hennar þátt til að sofna. Já, einmitt. Núna er liðinar 1,5 mínúta, hún örgulega heyrði ekki að við varum að tala um hana. Hún sofnar leið og hún setur okkur í eyrun. Já. En hérna, já, það er, núna er svona Verslunarmannahelgin á næsta leiti. Styttist í það, maður. Og við kannski tilkynnum það hér með að við ætlum að taka eina viku í frí. Já, ég bara... Þriðjudagurinn 2. ágúst, hann verður auður. Sko, Það verður engin nýr ásendingu þá. það er 3. dagur í dag. Við erum báðir á leiðin á 6 daga fyllir í eftir hennar þátt. Þú sér það. Við erum ekki að fara að taka upp þátt í Það því verður ástandi, bendir. sko. Nei. Ekki miða við djömmin sem hafa verið í gegn tíðina, Já, En, minnst ekki á það, sko. nei, En þetta var sem sagt, já, við tökum hérna eina viku í frí Já. og komum þá bara með nýja seríu 9. júlí. já, 9. ágúst segir. já. Alveg Það galvaskir. verður, Og endur nær okkur þessa viku. Já. Hmm. Fólk sem hlæri helviti. Sería er í bígerð. Já, það var næsta, þú varst búin að lofa því. En, hvað erum við með í dag? Herru, við erum með þátt. Við erum með, að sjálfsögðu, höldum í nafnið, Winter of Working Moms. Það er það er Petit, barnavöruverslun. Já, Og mér skilst að þú sért með nokkuð ítalan samanburð á já. barnavöru bara markaðnum eins og að leggur sig. Ég hef nú reyndar, ég verð að segja það, ég hef verið til að fara í hennar samanburð fyrir 2 árum þegar ég eignaðist krakka. Já, með mitt. Ég vissi ekki um eina af þessum búðum Nei. áður en að Lil Baby Nei. mætti. Eiginlega eina sem ég veit um sem er svona sérmerta barnavöruverslun er Petit, sko. Það er eina sem ég vissi um eiginlega fyrir. Já, Englabörn hafði ég Petit. heyrt um, en... Er búið að ná þessu top of mind? Já, Getum við sagt það? Gott ef ekki. En svo er náttúrulega vitum við að það eru svona stóriðjur eins og Lindex og fleiri sem eru í einhverju samsteypu, sko. Já, Og það er erfitt, við erum því miður ekki með samanburðin úr því því að Nei, bara einfallega er ekki sundurliðað. Við kannski flöggum fyrirvörum og forsendum, bara strax. Já, Lindex, einmitt, eins og þú segir. Já. Veldi. Mhm. Samt bara í fötunum, ég held þeir sé ekki með barnavagna eða rúmi. Já, eða ég held að þetta sé aðalega bara föt. Já. Fífan. FIFA. Fífan. Fífan. Þangað fór maður nú til að kaupa einhvern baðbala Mhm. á 8 áskall. Svo fekk ég aldrei stauran undir hann. Nú, Kannski kem því áleiðis. já, ok. Ef þið eru að hlusta þá bara... Þau eru inn í erninum. Þannig að við getum ekki krukkað í það. einmitt. Það er veldi líka. Já, lítið veldi, Já. örnin. Við tökum Já. það kannski fyrir setna. Einmitt. Og svo er ég að gleyma hvað var aftur þriðja stóra sem að við hefum getað krukkað í en... Já, englabörnin. Ég held að englabörnin sé inn í öðrum rekstrareikningi, þannig að Já. við komumst ekki í það. Nei, því miður. En það er þokkalega stór búr í Kringlunni. En, fyrir samburðin, við erum með Petit, við erum með Ólafi og Oliver, sem er í Glæsibæ. Já, Glæsibæ. Já. Nine Kids, sem er í Fellsmúla, og Bíum, svo hendum við barnaloppinu þannig inn, það er Já. newcomer. Einmitt. Það, sko, Petit, Nine Kids og eitt annað. Það er svona dálítið nýtt, barnaloppan. Er þetta ekki svona frekar nýtt á Ég held nálinni? þetta sé allt frekar nýtt nema Já. Ólafía, sko. Já, einmitt. Bíum, látum hún sjá. Nei, ég skal komast að því, þannig að... Við komumst að því, en sko, nú er auðvitað slatta barnafólki að hlusta, við vitum það. Og ég trúi eiginlega ekki öðru en að fólk hafi áhuga á þessu. Ég allavega dreifði þessu, ég saði nokkur félögum mínu frá þessu og þeir voru bara, herðu, þetta er auðvitað geðvægt. Þú veist, við verðum að, það er náttúrulega svoleiðis búið að dæla í þetta.
í þessi kompani, sko. Já. Undir börnin sín, litlu hnoðrana. Það þarf að trýta þau, sko. Sko, B&B er kent alltaf frá 2014. Já, ok. Þannig að þetta allt bara svona innan 10 ára að þér virðist, sko. Akkurat. En hérna, sko, fyrir mína parta þá svona, kannski aðal ástæða þess af hverju við erum að taka Petite frekar en eitthvað annað, þá sá ég að það komin út ársreikningur fyrir árið 2021. Já. Og við að sjálfsögðu kunnum þeim bestu þakki fyrir það, en það fyrir að verða svona smá þreytt að vera alltaf með þessa 2020 ársreikninga. Já, þetta svona, þetta að líðendilók. Núna fer þetta dettinn, sko. Nú það ágúst, seft og það vertíðin, sko. Já, og á svona vertíð, þá erum við að skópli okkur Dominos. Já. Í sútaupfötunum okkar. Við liggjum inn á keldunni og sendum reikninga í Payday í hinni tölvunni. Já, og þá það þar með upptalið. Já, en sko það nefnilega, þú veist, það eru nokkuð fyrirtæki sem við erum alveg bara með á vaktinni, sko. Þú veist, það Sven og það hérna Hopp og fleiri svona sem við býðum mjög spennt svona. Ný skemmtileg fyrirtæki sem að hlustendur mega vænta bara leið og nýr ásendingu. Og dipparar, Dýpind og Pingjan, bara verið duglega að senda á okkur eitthvað skemmtilegt. Algjörlega. En herðu, ef ekki bara dempa okkur í smá umfjöllun hérna, sko, nú fann ég voðalega lítið þetta fyrirtæki Petite á netinu. Það er að segja þá fréttagreinar og slíkt, en mér skilst á öllu að reksturinn hefist inn að 2015, en fyrsti ársreikningurinn frá því ári, sko. Stofnendur fyrirtækisins, Petite EHF, það Anna Linnea Charlotte Ale, sem kannski einhverju kannast við frá Trendnet, það sem hún bloggaði hérna á sínum tíma. Já, það var svona eitthvað sem ég fann hana, sko. Já. Svo maðurinn hennar Gunnar Þór Gunnarsson, þau hérna sem sagt splitta eignarhlutum og eiga 50% hvort. Trendnet? Og færsla frá 2015. Einmitt. Ok. Herðu, bara ef við förum aðeins yfir söguna, við ætlum kannski koma bara inn á það. Við erum hérna í boði Dominos, þið þekkið þetta. Það þriðjudagur í dag. Já. Og það að sjálfsögðu þriðjudags tilboð. Mæli með pepperoni, rómaost og kjúkling. Það svona því ég hef verið að vinna dálítið með, sko. Já, ég mæli með að kaupa svona 10 póka brauðstöngum. Já, premium. Já, premium. Setja í bakpoka og taka með á þjóðatíð. Já. Þið sjáu ekki eftir því. Vá, herðu, þetta í alvörunni góð pæling. Þetta sko talandum að hrókur alls fagnaðar í brekkunni. Já. Allir að skýta á sig og þingu og með skjálta. Og vera bara og dreguð þú brauðstangir í brekkunni. Upp úr slíðrinu. Já. Svo það alltaf þannig að það sem þú gerir á föstudeginum, þú verður svona þekktu sem það gegnum helgina. Já, Þannig að ef þú ert á föstudeginum að dreifa brauðstangum, það munum allir á eiginu þekkja þessum brauðstangagaurin. Já. Ekki vera, sko, ekki missa því tækifæri að vera brauðstangagærin á þjóðu. Já, þannig bara núna 10 pókar, lámar, fyll 1 bakpoka og mæta með þetta í brekkun á föstudegi. Já, takk fyrir það. Takk ég með seinna. Herðu, ok, varst þú með eitthvað, þú veist, fannst þú eitthvað þetta fólk? Ég var ekkert í eitthvað djúpur research, því að það kemur ekkert svakalega mikið. Nei, en það bara ótrúlegt, það var ekki neitt þetta, sko. Nei, en það reyndar sko, hérna ein grein frá 2017 sem var á Smartland, elska þetta allt saman, kvótið. Og þetta sem sagt viðtal við þau þegar voru að flytja og koma sér fyrir í notalegu og björtu raðhúsi í Fossvoginum. Já, einmitt, ég sá það. Ég var nú ekkert að hugsa að lesa hann alla upp, sko, en þú veist, þau lögðu vínilparkett frá múrbúðinni í 3 svefnherbyggi. Þau flotuðu rýmið fyrir innan garðhurðina, teppalögðu herbyggi dótturinnar. Það sem heillandi við húsi að býður upp á mikla möguleika. Hægt að taka niður veggi og breyta. Já. Gunnar hefur sinn smekk. Já, nóg það. En allan að þú veist, með þess að þú ferð okkurinn á síðunni, þá voðalega lítið, sko, en þú veist, það kemur hérna fram að Petite, þá getur þú fundið fín, hlægileg, móðin, skandinavísk, lífræn barnaföt frá frábærum merkjum. Við erum einnig með sérvali leikföng, barnahúsgögn og barnavagna. Og þú veist, svo það svona gott sem upptalið einhvern veginn. Já, þú veist, eina sem ég get séð út úr þessu þetta bara hugsun á fólk. Þau fóru bara stað. Algjörlega. Já, þau fóru nefnilega stað og reksturinn, hann hefst hérna eins og ég sé, árið 2015. Og það svona frekar lítið upplýsingar úr þeim ársreikningi, en þau tapa hérna 1,5 milljón samkvæmt rekstrarreikning, eru svo hérna með langtímalán upp á 1,3 milljónir og þú veist, skammtímaskuldi fyrir 2,2, þannig að það hefur verið einhver skuldsetning í því að koma þessu batteri af stað. Ég sé ekki sjóðstreymi í þessum
ársreikning svo ég þekki ekki hversu hátt láni var nákvæmlega í upphafi en svo eru hérna eignir lok árs það er að mestu byrðir það eru 3,6 milljónir svo þau hafa væntanlega verið að fara að kaupa eitthvað þarna inn 2015 en þú veist fer nokkuð rólega á stað sýnist mér en sem fyrr þá hérna sé ég ekki hérna neitt tekjustreymi frá 2015 þannig ég get ómögulega sagt bara hvort að hreinlega að þetta batteri hafi verið komið í gang þannig 2015 sko. En við skulum þá bara renna yfir í 2016 þá reyndar tekur við mér þessi basic ársreikningur sem held ég bara þetta staðlaða form frá ríkisskattstjóra þarna. Adressaður að veltan fyrsta árið var 28 milljónir. Það kom ekki fram. Jú, kallið minn. Hvar fannstu það? Fremst í ársreikningnum. Það er nefnilega, þetta var hluta því sem ég ætlaði að hrósa fyrir. Já. Þau eru með skýrslu stjórnar sem er algjörlega framúrskarandi. Já, ég fann þetta er eins og að vera að lesa bara frá fyrirtæki á markað. Ég veit að ég fann þetta 2021 í þeim ársreikningi. Þetta var ekki 20, en hérna þeir hendis inn í skýrslu stjórnar 2016. Þannig að það var velt upp á 28 milljónir. 28,5. Já, ok, það er náttúrulega bara... En sko, við þurfum eiginlega bara gera sér kapitula þetta 21. Við tökum það saman eftir. Þú ert greinlega að fara sömu leið og ég með þetta. Ég var mjög hrifinn af þessu. Hérna, algjörlega. Þau velta 28 milljónir fyrsta ári. Já, sem er bara vel að sé vikið. En hérna, þessi, ég var að tala um þessa stöðluðu ársreininga, þessi leiðindaform. Er það ekki þegar þú skilar inn í gegnum hnappinn? Ég bara þekki það ekki, sko. Nei, þetta er svona RSK-form og þú sérð ekki sjóðstreymi og það er ekkert sundulega, þetta er hundleiðilegt, en það er samt. Hvað sér þau? Ég ætla að segja, ég held að hnappurinn sé sko örfyrirtæki. Sorry, ég held það út af því að þau velta þarna 56 milljónum, sko. En það eru mörg með þetta. Kannski er það bara hnappurinn. Ég fyrir research. Já, en sko, allavega, þetta er óþólandi form, en maður sér svona helstu stærðir, ég sé hérna tekjufélagsins, það er nema 56,4 milljónum hérna árið 2016. Sko, þetta er hérna félag sem falla undir skilgreiningu laga örfélög. Já, og er það undir 50 veltu eða? Ég held að væri undir 2 milljónum, sko. Nú. Já, sem er meira bara, ef þú ert bara með eitthvað EHF sem að þú hefur ekki lokað eða heldur úti. Já, mitt. Að þá hérna... Það er engin starfsemi í gangi, þá ertu bara að borga útvarpsgjaldið. Ég er einmitt að fara í svona núna, ég er með eitt félag á mér sem hefur ekki draugar, eitthvað dormant dæmi. Ég þarf að skila í gegnum hnappinn. Kannski gott að minna fólk á það er hægt að skila í gegnum hnappinn á þess að borga formúi til bókara, sko. Já, takk fyrir það, RSK. En hérna... Mælsamt með hörpu, ef fólk vill borga sanngjarnt gjald. Eða payday bara. Ok. Herðu, hér er, sko, 2016, hér er byrjað að rúlla aðeins. 56,4 milljónir í tekjur. Þau að ná að hagnast inn 2,2 milljónir sem er alltaf gott. Hér hafa þau aukið skuldsetningu og langtíma skuldir, þær eru komnar hérna í 1,9 milljónir, skammtíma skuldir í 7,3, byrðir að hækka og standa hérna í lokárs í 7,9 milljón og svo eiga þau hérna 3,9 miljón í handbært fé sem er bara nokkuð gott. Eru að halda skuldastöðunni undir 100% sem er vel en hérna þú veist það er voðalega lítið annað hægt að sjá út úr þessum ársreiningi því miður og ég hættur að sama staðan sé upp á teningnum með ársreining 2017. Já, þetta verður fljót yfirferð. Sko, já 20 mínúna þáttur í dag. Ég sé nóg þar í 2017 til að sjá að þau eru að auka veltu hérna tæp 33% upp í 75 milljónir króna sem er bara stórfín vöxtur. Já. Ég tek eftir því á rekstrarreikningunum að þau eru búin að vera að greiða alveg svívirlega háar vaxtagreiðslur miðað við skuldastöðu öll þessi ár. Svo það er spurning hvort að stór hluti af skammtíma skuldunum sé einhvers konar yfirdráttur. Þetta voru einhverjar 500.000 krónur árið 2015, 600.000 2016 og núna 2017 voru þetta 800.000 krónur sko. En vissulega eru þau komin í langtíma skuldina 2017 upp á 8,4 milljónir sem er talsverð hækkun frá 1,9 miljón árið áður. Annars hérna maður sjá byrðir, þær eru að tvöfaldast milli ára, standa núna í tæpum 16 miljónum, fann að stakka alveg upp þarna nokkur hratt milli ára sko. Ég held að það sé svo sem ekkert nema eðlilegt, enda bara í augljósum vaxtafasa sko. Já. Nú þau eru að hagnast örlítið meira árið 2017 heldur en árið áður, það er bara 2,4 milljónir og óráðstafað eigið fé komið hérna í 4,5 miljón.
eru endoldi skuldsett, þetta hérna 75% skuldahlutfall og þar ber helst að nefna þetta langtímalán sem ég myndist á áðan upp á 8,4 og svo eru þetta einhverja 6,9 milljónir í skammtíma skuldum. Þetta svona bara byrja nokkuð vel hjá þeim fyrstu 3 ár eru allavega farin að hagnast, sko, þú veist, svo við skulum bara dempa okkur í 2018. Og þar loksins almennileg framsetning á ársreikningnum það árið. Sjóðstreymi og allt, takk fyrir pent. Og hérna erum við auðvitað að sjá alveg gigantískan vöxt milli ára. Hvorki meira en 130% sem stórbrotið. Upp í 172 milljónir. Og hér Petit bara orðið trend í barnavörum. Það nokkuð ljóst. Þau eru búin að stimpla sig inn. Hvað valdi þarna milli ára? Ég bara, svo þetta oft spurning bara Instagram eða eitthvað, skilur þú veist það allavega, þau eru ekkert að stækka við sig þarna en þetta allavega að ná þessum 130% vextu og það kemur ekkert óvart að þau fleikt bara einhverjum upphæðum í einhver áhrifavalda, sko. Já, veist, það var alltaf svona 2017, 18 Ég ætla að henda fram einni óábyrgri kenningu hérna. Kannski voru við með þetta frá grunni en á einhverjum tímapunkti hef ég á tilfinninguna að þetta Bugaboo-konsept hafi sprungið út sem eru barnavagnarnir. Þú náttúrulega þekkir þetta ekki. Nei. Þetta það sem ég keypti af Petit. Þetta var einhver 280 kall, sko. Já. Með öllu. Þú veist að það svo. Geðveik vara, ég mæli með henni. En þetta svo það svo mikið add-ons. Þetta ekki borguðauðlýsing. Nei, alls ekki. Ég mæli með Bugaboo, sko, en já, svona getur verið að það hafi farið að trenda þarna eða ég það vitlaus að Bugaboo búið að trenda í 20 ár? Facebook þessi ár, 2017-18, það var svakalegt engagement rate á auðlýsingar gegn Facebook á þeim tíma. Já, að þau bara hafi náð að meika þetta ár. Já, mögulega. Burt sér frá öllu. Maður veit ekki. En allavega, virðast þau vera búin að, já, eins og ég segi, stimpla sér dálítið inn. Já, þetta alvöru veltu aukning. Já. En svo í þessum ársreining þá lítur kostnaðarverð seldra vara dagsins ljós í fyrsta sinn og þá má sjá að álagningin 51%. Nú verður móðið þín ánað að heyra. Þetta og sko ég held að álagningin væri svona ívimeiri áður en ég hóf undirbúning á þessu þætti. Ég hefði haldið það. En já, sko þau eru hérna þetta ára að skila 12,5 milljón króna EBITu, loka árunum rúmlega 9 milljón króna hagnaði sem bara nokkuð gott hjá þeim, 5,3% hagnaðarhlutfall. Þau hafa ekki enn keypt neina fasta fjármuni þegar hér komið við sögu. Býttu bara. Já, og lausu afskriftir en sem fyrr, þá eru vaxtagjöldin, þau eru að hækka hérna enn milli ára og eru komin í ríflega 1400.000 krónur, þetta 1,4 milljón þetta ár 2018 og skammtíma skuldirnar, þær eru hérna sömuleiðis að aukast, komnar í 17,5 milljón sem er 2/3 af heildarskuldsendingunni og byrðirnar þær halda áfram að hækka. Nú liggja þau á 26 milljónum cash? Nei, 26 milljónum í byrðum. Já, í byrðum. Bara lager af barnavörum og hérna, en svo skuldastaðan hún að batna, fara úr 75% skuldastuðu 2017 í 63% hérna 2018. Og svo sjóðstreymið nú svona hálf tómlegt þetta ár, ekkert fjárfestingar, hreyfingar, ekkert nýtt lán, engar arðgreiðslur, svo ég held að við þurfum bara að dempa okkur yfir í 2019. Já. Sjá hvað það hafði upp á að bjóða. Þar byrja smá glussi að koma. Já, það allavega enn einn vaxtakipurinn. Þau fara hérna úr 172 miljón króna veltu í 258 milli ára. Jú, þetta myndalegt. Það 50% vöxtur. Og þú veist, þau eru bara í miklum og góðum vaxtafasa hér, sko. Já. Hér var EBITan komin í 10,3 milljónir og hreinn hagnaður 7,5. Þarna eru þau á töflu eins og í svona tæknifyrirtækjum. Já. Hockey stick road. Skrifið það á spegil. Já. Svona á glervegg. Það var bara markmið. Hockey stick road. Hockey stick. Og hérna, allavega já, ég talaði hagnaðinn, 7,5 miljón í hagnað og hér óráðstafegi fyrir náttúrulega bara að byrja að stakkast upp. Komið 21 miljón og skuldahlutfallið, það heldur áfram að lækka, komið í 57,3%. Já. Og hér þetta ár kaupaðu svo bíl, það eru fyrstu fasta fjármunir, 6,4 miljónir takk fyrir. Og svo, þú veist, það ekki að sjá að þar hafi verið neitt langtíma lán á bakvið, en þó eru hérna einhverjar skammtíma skuldir
að hækka að slatta og ég sé hérna að liðurinn lánadrottnar undir skammtímaskuldum að hækka tæpa 6 milljónir en ég á nú bátt með að trúa því að það tengist þessari bifreið. Já, þú veist. Er þetta ekki bara að gera? Bara bílalán? Nei, 100%, 110% bílalán. Færi ekkert að taka bílalán á 12 mánuðum, fjandinn hafið. Þú veist, þetta er skammtímaskuld sem ég er að tala um hérna. Kannski eru þau haxi? Ég ger allavega fastlega ráð fyrir borgum þetta bara á 12 mánuðum. Já, þetta er, þú veist, sjóðstreymið sýnir ekkert annað en að þetta sé bara cash. En, já, annars bara nokkuð bjartum að litast þarna hjá þeim. Er að borga niður langtímaláni samviskusamlega og þetta er eiginlega bara að stefna í einhverja hátíð hjá þeim því að ef við færum okkur hérna yfir í 2020 þá sjáum við að þau eru enn að vaksa vel og þú veist, það er ekkert sjálfgefið að vera að vaksa svona ár eftir ár sko. Þetta skiptið 27,5% í tæplega 330 miljón króna veltu og það er ekki einu sinni það sem að bar hæst þetta árið heldur hagnast þau ískaldar 40 gísukúlur. Já. Þarna lá ég inni með eitt bugabú og sitt hvað fleira. Já. Þú veist, hér er þetta hugsjónafólk á 7. rekstrarári og þau eru hlæjandi alla daginn. Ég fór að velta því fyrir mér hvað er að breytast hérna á milli ára. Þau eru með 52 miljón króna EBITu hérna 2020 en aðeins 11,5 miljón árið áður. Svo ég fór aðeins á stúfana. Launakostnaður og annar rekstrakostnaður. Hann er að hækka svona nokkurn veginn í takt við tekjuvöxtinn. Okay. Það sem ég tek eftir er að álagningin hún er að hækka. Árið 2019 var álagningin þar að segja tekjur deilt með kostnaðarverði seldra vara. Þá var það 41% en er komin í 64% hérna árið 2020. Akkurat. Og það er endilega ekki þar með sagt að þau hafi meðvitað ákveðið að hækka verði sérstaklega þarna milli ára. Heldur gæti það spilað inn að þau voru að selja fleiri bara high margin vörur árið 2020 heldur en 2019 og þá The Bugaboos það gæti hafa orðið einhver tískuvara og hún væri frekar high margin vara eða þú veist svona meiri álagning á henni en þú veist en það ber allan að varast að taka orðinu álagning svona bókstallega því að hún getur verið mismunandi auðvitað milli vöruflokka. Það sem ég tala sem álagningu er í raun bara meðal álagning á seldum vörum. Já, ég er bara upp úr reikningnum. Bara upp úr reikningnum, ég er að segja það. Taka því. Algjörlega. Mamma var reynda búin að fá sér eitthvað svona álagninga tattoo á höndina eftir. Já, hún er alveg komið þákað. Hún tók sér kannski full bókstælega. Nei. Kannski vættum að fara að hafa álagningu í boði einhvers. Selja inn á það. Já. Það er í samstarf. ASI eða Sólveig Rönnu. Já, bara Eflingar, ég veit ekki. En nei, annars bara dundur ár hjá þeim hérna tekst að lækka skuldalhlutfallið enn meira niður í núna 52,5% og eru þar með farin að hóta gullna 50-50 hlutfallinu hérna þrátt fyrir ungan lífaldur sko. Nú, býttu hvað, ég hef ekki hérst þetta. Nei, bara er það ekki, þú veist, menn tala oft að setla bara í 50-50, þú veist, þegar þú ert yngri, taktu áhættunar. Já. En þau eru bara þrátt fyrir ungan lífaldur bara einhvern veginn komin í svona 50-50 stöðu sko. Ok, já. Þannig að þú veist, þetta sé mér bara nokkuð gott, það er ekkert heilat í þessu. Nei. Getur alveg séð fyrirtæki sem er 40 ára gamalt og í 80% skuldastöðu sko. En hérna allavega nokkuð góð staða. En þetta ár, hérna, 2020, þá eru þau að opna netverslun í Svíþjóð. Og undir fastafjármunum má sjá eignina Petit Story Stockholm AB og mér skilst að líka með AB við EHF. Já. Þannig að þetta er rauninni bara eign í félagi sem þau eiga þarna í hérna Svíþjóð. Og EHF er einkahlutafélag svo það komið fram. Já, sko, og bara svo það komið fram. AB er aktíbolag. Aktíbolag, já. Þetta er svo, systembolag heitir svo ríkið hjá þeim. Já. Systembolaget, já. Já. Aktíbolag. En allavega þetta sænska félag þeirra er hérna bókvartað á 3,1 miljón undir fastafjármunum og svo er náttúrulega spurning hvort að þetta geti ekki verið ástæðan fyrir hækkandi álagningu þetta milli ára. Þetta er líklega bara eitthvað dropshipping dæmi innan Svíþjóð því að þau kaupa hvort sem er flest af sínum vörum frá Svíþjóð nú þegar sínst mér sko. Þannig kannski þurfa þau ekki einu sinni að senda vöruna að þú veist þess að fá vörun að senda til að geta afgreitt hana aftur út. Já, það geti verið. Þá er dropshipping virkað þannig bara að þú veist, þetta yrði bara úti í Svíþjóð. Já. Og
fólk pantar þetta í Svíþjóð og svo eru þau bara með einhverja sendiþjónustu í Svíþjóð sem sendir Akkurat, senda bara eftir pöntun. Já, þannig að þau þurfa ekkert að flytja þetta inn til Íslands og borga sendingakostnað og bla 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 og senda svo aftur út. Nei, skilji. Þannig að þetta geti verið áhugavert. Þetta áhugavert pæling þetta. Já, ég vissi ekki, er þetta mest frá Svíþjóð eða? Þetta böggabús í Holland. Margar vörur þarna, þú veist, margar vörur voru allan að, og þau segja skandinavíska vörur þarna. Konges Sløjd og Det Denmark. Ég ætla ekki að alhafa flest sé frá Svíþjóð, en væntanlega er eitthvað að því. Þú ætlar ekki að alhafa, en þú segir svona 97%. Já, segir 97% eru þau með nokkrar vörur frá Svíþjóð. Já, hérna er einn dönsk, Det Denmark, en ok. Allur gangur ásökunum. En við höldum áfram, þá sé ég, í lok árs 2020 liggja þau á 16,5 milljón króna þungri pingju, takk fyrir. Það er að segja handbæraféð. Og það eftir 21 milljón króna arðgreiðslu, góðan daginn. Nú eru þau farin að fá smjörþefinn. Smjörþefinn. Og já, og þú veist, og eftir það, þá stendur óráðast á eigi fyrir 40 miljón. Svo þau eiga bara hellinga inni og þú veist. Sorry, þetta poppar upp eins og gorkúlur hérna. Ég googlaði Det Denmark. Þetta er á heimasíðuna hjá Minimo.is sem önnur barnavöruverslun. Nú? Já. Það voru með aðra? Já, og hún er svo sem bara velta 30 og sorry, halda áfram sko. Já, en bara taka það fram í þessum samburði. Við sleftum örgulega 6 eða 7 barnavöruverslunum sem velta undir 100 milljónum. Já, það er nóg að þessum verslunum sko. Já, og ein hérna á móti sem ég man aldrei hvað heitir. Á móti Seðlabankanum í Kópavogi. Já, þau eru að prenta peninga sé ég. Já. Þau taka inn pantanur og það er fara út í jafnóðum. Já. En allavega, sorry. Já, ekkert mál, bara þú veist, já, þetta ár 2020 bara brilljant ár, framtíðin björt og eins og ég segi, þau eru komin hérna með 20, nei. Ringi mamma. Ringir helvíti síminn hérna. Þetta er bara, eins og ég segi, 21 miljón í vasan hjá þeim fyrir skattarindar, en þannig að þú veist, þetta er að vera arbært sem er vel. Já. Þá skulum við dempa okkur bara yfir í nýjasta útgefna ársreikning sem er 2021. Ok. Og ef við byrjum á rekstrarreikning, þá að sjálfsögðu, þá verðum við að hafa hann í boði Payday í dag. Þetta er bara upplifun í hverjum einasta sendareikning. Já. Brilljant lausn fyrir einyrkja, lítil, meðalstór fyrirtæki og nú hafa þau innleitt pingjustaðali. Já, hann kom inn fyrir 2 vikum. Tekjur per starfsmann, takk fyrir. Dottið inn. Það er í stærsta pakkanum hjá þeim. Þannig að við viljum bara hvetja fólk til að kíkja á þetta. Já, þetta er líka frítt í 30 daga. Sjáu hvort það sé ekki fyrir ykkur og ef þið prófið að senda nokkra reikninga og bara testa þetta. Þetta er svo mikið snill. Já, frítt í 30 daga og svo viljum við líka minna á afsláttarlinkin sem er inn á Facebook-hópnum okkar, Deep Into Pingjan. Já. Og þar farið 30% afslátt í 3 mánuði, þú veist, og ég gerir ráð fyrir að það sé þá eftir fyrsta mánuð frían. Já, svolítið já. Já, svolítið já. En allavega, þetta Payday, bara einhver mest brilljant lausn sem að ég hef snert á. Já. Það er einfalda líf með þimmuna. Hvernig þeir bestu þakki fyrir. Þau eru að fá íslensku hugbúnaðarverðlaunin frá Pingjunni. Árshátíð Pingjunar. Já. Þurfum við ekki að halda árshátíð? Jú, klárt. Það væri, já. Það eru allavega, við spáum við því senda, skemmtilega hugmynd. En rekstrarreikningurinn, þá byrjum við á tekjunum. Og þar er enn annar vöxturinn, núna fyrir 12,5% og þá eru tekjur ársins komnar upp í 371 milljón. Takk fyrir. Vöxtur upp á 11,8% frá maður sjá. Jú, 370,5. Herru, var ég að rugla tölum minna? Nei, 12,5%. Vöxtur? Já, einmitt. Já, ég er 99%, en það er allan að, það er stór fínt auðvitað, þú veist, þau eru bara búin að vaksa ár eftir ár og meðal tekjuvöxtur hjá þeim milli ára núna, síðustu 6 rekstrarár, hefur verið 50,6% á ári, sem er náttúrulega gífurlega þetta er ævintýralegt fallegt að sjá, sko. Já. Nú, kostnaðarverð seldra vara árið 2021, það voru 238 miljónir króna. Og það gerir 55,6% álagningu sem er vissulega lækkun þarna frá 2020. Já. Ég er svolítið svona bara eins og óður hundur hérna með ólina núna. Hvenær ætlar að hleypa mér inn í þetta? Já. Hvenær viltu fara að fá að vita hvort þetta sé eðlileg eða óhófleg álagning? Já, við skulum kannski bara taka það núna. Nú mátt þú koma með þinn fyrsta samanburð. Kostnaðarverð seldra vara. Þetta er
Sko, þetta náttúrulega, þú ert með ársendinga frá 2020. Já, en við getum tekið sko bara þegar ég segi, hinir aðilarnir voru ekki búin að skila ársending 2021. Það dettur inn eftir svona mánuð. Já. Eins og þú segir, þetta var 64%. Álagnin hjá þeim að minnka milli ára. Stendur í 55,6 sem hvað myndir þú segja, gott, slæmt. Já, ég hefði haldið að þetta væri ívið hærra, svona kannski fyrir undirbúning, sko. Vittu fyrir þig, kallið minn. Ólafi Oliver, 101%. Það svoleiðis, já. Nine Kids, þetta kemur óvart, 35%. Þannig að það virðist vera svona low cost comparator í þessu. Okay. B&B 80%. Barnaloppan, við þurfum kannski aðeins að henda henni út fyrir sviga. Hún náttúrulega ekki með hvorki koks né byrðir, sko. Nú? Nei, ég meina þau... Já, þetta náttúrulega bara þau að selja básan. Já, þau að leigja space og taka þóknun. Það þó allt annað módel, sko. Já, en ég meina, álagningin samt... þau hyrða sölu þóknun. Eins og skipaskranúmeri hjá Ljósafellinu, 1977. Já, alveg rétt. 1977%. Já. Álagningu. Já. Þannig að þú veist, það gengur ekki upp. En þú sér það... Það bara allt annað módel. Að Petit bara, þarna... Mellem, bara. Mellem, einmitt. Ólafi Oliver hæst 101% álagning og lægst Nine Kids 35%. Já, það svona heldur hátt, 101%. Já, svo hefði verið mjög gaman að dippa í englabörnin og Fífan. Já, en kannski seinna. Herðu, þá það laun. Laun og launatengt gjöld, þau eru hérna 65,7 milljónir og það gerir 17,7% af tekjum félagsins. Og nú verðum við að skoða þennan Cox plus laun stuðul sem orðin einhvers staðar signature, bara einhvers staðar það. Ja, þetta ekki orðin bara signature metric okkar? Jú, ég mjög gaman að þessu. Já, okkar pingjumanna. Jú. Sko þetta alltaf. Já, sko kostnaðarverð seldra vara af tekjum félagsins 64,3%. Og það gerir þá Cox plus laun upp á 82%. Rétt. Og hvað segirðu með það einhver? Það eitthvað sambarilegt öðrum aðilum í þessum bransa eða? Nú ég náttúrulega, ef ég tek árið á undan, þá meðaltalið af þessum 4 sem ég hef, 71%. 71%, já, þannig að þau eru ívið hærri. 76% ef við sleppum barnaloppunni. Já. Því að barnaloppan eiginlega bara, ég veit, hvað getur við sagt? Já, þetta bara annað módel. Hvað eru þau? Þau eru 50%. Þau eru 50, já. Já, sér það sko. Þú veist, ok, basically þau eru með 5. Þetta bara sam- og mathallamódil, skilu, þetta alveg briljant. Þú leigir eitthvað pláss, svo tekur þú sölu þóknun. Akkurat. Það eiginlega bara ekki hægt að tapa. Já, sko, þannig útskjörn það að þetta svona, hvað þessi, nýtjamarkas pæling, þú bara getur komið með notuföt, selt, þú leigir bás hjá þeim, þau stilla því upp eða þú stillir því upp og þau fyrir x mikið fyrir það, einhverja 1000 kalla, einhverja 10.000 kalla. Það leiga á viku og mánuði og svo taka þau 18% tóknuna af sölunni og sjáum það og greiða þær út og allt og gaman. En þetta gerir það verkum, bara þannig staldra aðeins við áður og tökum Cox plus laun. Cox hjá þeim 5% af veltu sem 92 milljónir. Já, einmitt. Þannig, ok. Þetta bara, við erum að bera saman annan brans, annan módel, þetta bara algjörlega annan business model og líka þau eru náttúrulega ekki með byrgja þá, þetta bara fólkinn að göttum að selja og þau eru náttúrulega með hæsta launahlutfall líka, 45%. Sem ég svo sem skil ekki af hverju þau eru með svona marga starfsmenn í þessu. Maður myndi halda að þetta væri nóg að vera einhvern veginn bara með eitt starfsmann sem væri á svæðinu bara. Leifum því að liggja milli hluta og tökum bara restina. Þá þetta rokka úr 9% upp í 26% launahlutfall. Já. Í þessum bransa sko. En Petit með hæsta kostnaðarverð seldra vara pluss laun? Nei, Nine Kids 74%. Nei, þau eru með 82%. Já, herði, þú ert alltaf að skoða þetta 2020. Já. Hvað Petit með Cox plus laun 2020? Já, þau eru með 87%. Nine Kids eru, hvað getur sagt, verst, hæst. Já, það alltaf því hærra hlutfall sem akkurat, já, það bara, þau bara standa sér verst í þessu. Þau eru með í rauninni langhæsta koksið, sko. Já. Út af því að þau eru með lægsta álagningu. Þetta svona, við erum farinir að sjá að þessar tölur spegla sér svolítið. Það spegla sér svolítið. Álagningin og koksið. En eins og ef þú tekur 2020 fyrir Petit, þeir eru með 77% Cox plus laun. Og sama ári Nine Kids með 87%.
Já, ok. En það hérna, þau eru komin upp í 82% árið 2021, sko, Petit. Já, og það í rauninni bæði launin sem hlutfall af tekjum og koksið að hækka hjá Petit. Þetta er athyglisvert. En allavega, af þessum 65,7 miljóna launakostnaði, þá fara 52,4 í hreinlaun. Og meðan við 9 ársverk, þá gerir það hérna 485.000 krónur á haus, sem er svo sem allt í lagi bara. Ég er ekkert að fara að stökka upp á borð og ég er ekki að fara að rífa mig úr á ofan hérna yfir þessum tölum, en bara svo maður segja pent. Setja bindið á hausinn. Svo maður segja pent. Ég held að eigendurnir og stofnendurnir í þessum bransa lifi ágætis lífi, eru mikið inn í verslun og borga sér ágætlega. En þetta er ekki hálauna bransi fyrir mjög marga aðra sem er að vinna þarna. Nei, sennilega ekki, en þú veist 485, við höfum séð það alveg miklu verra, sko. Já, klálega. Þetta er bara svona mellem. Og svo líka annað sem ég ætla að segja, og ég ætla að segja það pent. Nei, það er svolítið pent. Ég er ekki alveg að kaupa allar þessar ársverkatölur sem ég fann. Nei, Bíum er skráð með 28. What? Já, ég þarf bara að doppeltjekka þetta aftur og þetta er bara ein verslun í kringum Petit, sko. Já, það er 9, það er bara svona, ok, mega sense. En þú veist, barnalopparna með 17, sá einhvers þar. Hvort það var samkvæmt keldunni eða inn í reikningnum, þannig þetta er svona pínuspes. En ég sé gera það bara verkum eins og ef við sitja í samhengi með Bíum, það er eins og meðal launakostnaði sé 549 á mánuði, sko. Meinar. Þetta er athugavert. Já, nei, yfir árið segi ég. Já. En þú veist, þannig erum við aftur að koma inn á þetta. En hér er tekið fram, sko, þetta eru 9 ársverk. Já, hérna erum við aftur að koma inn á þetta. Er þetta skráð ársverk eða heildar starfsskildi yfir árið, það sem einhvers... En það er tekið fram þannig að hér er miðað við 100% starfshlutfall, sko, hjá Petit. Já, hjá Petit. Þetta er örugglega hárrétt hjá þeim. Eitthvað segir mér að Bíum sé meira með að hafa einhver droppað inn í 10-20% hlutfalli og sé bara skráð sem eitt ársverk sem er... Einmitt. En allavega, þetta er hérna bara, eins og ég segi, þetta er svona mellem laun. Já, nei, þetta er bara, hérna sé ég þetta mitt starfskildi samkvæmt keldunni hafa mér skráð 3. Bíum. Okay. Þannig að þetta er eitthvað... Það er eitthvað dúbjus. Já. En allavega, sko, nú ætla ég að gera eitthvað, hérna... Og þetta stendur ekki í reikningum. Sko, mér langaði aðeins að snerta á öðrum rekstrarkostnaði í þetta sinn, sko. Ég er nú ekkert endilega vanu því. En það er alveg fáránlega góð sundurliðun hérna á öðrum rekstrarkostnaði í ársreikningnum. Þannig að ég verð að fá að taka það aðeins fram hérna. Sko, annar rekstrarkostnaður stendur í 33,8 milljónum þetta árið, 2021. Á ársreikningunni 2021, ekki bara skilja fálkaorðuna. Já, í rauninni, þetta er að geggjaður ársreikningur, sko. Þau gefa allt upp. Þetta er farið að minna mig á ísbílaútgerðina hérna, sko. Það var náttúrulega einhver allra besti ársreikningur sem ég hef komast í, sko. Já. Það var framsendingin, sko. En hérna, annar rekstrarkostnaður stendur í 33,8 milljónum sem er talsverð hækkun frá árinu áður, þar sem hann var í 23,6 milljónum. En hann er, eins og ég segi, bara sundurliður í örendir og þá má sjá bara til dæmis húsaleigan, hún er 13,9 milljónir sem gerir tæpar 1160.000 krónur á mánuði í leigu. Ég veit að það er fínt. Er það? Já, bara fyrir, þarna í... 1160.000 í ármálunum. Er það ekki ármála? Jú. Er það gott á mánuði? Já. Ég hef aldrei komið að inn, sko. Þetta er ekki stór búð, sko. Nei. Fínt fyrir þá leigusalan. Já, ég hugsa það. Já. Frekar en þau, mér finnst það frekar dýrt, sko. En þú já, ég var að hugsa það, sko. Ég held að sá sem eigi fasteignina, hann hlægi, ég meina það er allir hlægjandi. Þú ert alltaf að hugsa á þeim megin. Já. Þetta er háleiga, held ég, fyrir þennan dag. Já, ég myndi halda það, sko. Ég myndi halda það. Já. Svo rak ég augun í annað, hérna, auglýsingar 1,7 milljón og svo auglýsingar án vasks 2,3. Og auglýsingar án vask segir okkur að þetta er líklegast auglýsingar á erlendum miðlum eins og Facebook og Instagram og hvaðina, en samtals eru þau hérna eyða 4 milljónum króna í auglýsingar. Á ári? Já, allavega þetta ár 2021. Já, það bara rúlar eitthvað 300 skall á Facebook ads á mánuði. Já, það er bara eitthvað 1,% sko, 1,2% af tekjum. Þetta er alveg svakalega skemmtilegt. Þetta er svo sundurliða, sko. Ég veit það, sko, þetta er djús og ég hvet hlustendur til að kíkja á þessi ársreininga til að líka bara læra hvað fellur undir hvað og hér er það gefið mjög skýrt í ljós.
Svo hérna sko bensín og olíur 395.000. Já. Ég ætla nú að lasta bókaran. Hann hefði getað aðskilið hvað mikið í bensín og hvað í olíur. Bara fyrir okkur sem erum að spá í þessu sko. Illa gert að setja þetta saman. Svona mikilvægan lið. Það hafa verið með framvirkan samning á olíunum. En sko, þú sér þarna húsaleigan 2 svar. Ég veit það sko, ég laði hana saman sko. Já. Eru þau komin á 2 staði eða? Gæti verið að, já það kemur náttúrulega í ljós hérna eftir smá. Það er eitthvað svona smá tjús hérna. En ég ætla að benda á, hér má líka ég veit hvert þú ert að fara. Hér má sjá líka ferðakostnaði upp á 1,1 milljón. Þau hafa verið eitthvað þarna faraldsfæti hjónin. Ekki til Svíþjóðar. Já, hver veit. Já, líklega samt. Er það ekki, má ekki áætla það? Hveragerði. Voru bara að keyra fram og tilbaka í Hveragerði allt síðan sumar. Nei, það má svona áætla að þetta hafi verið eitthvað til að koma einhverju í verk þarna í Svíþjóð. Já, mig grunnar það. En þetta er skemmtilegt að lítið yfir þetta og ég hvet á ég mitt bara sem að hafa áhuga á þessu að renni yfir þetta. Þetta er líka beauty of being a heildsali. Já. Það er að fara að heimsækja byrgjana. Já, það auðvitað. Ég held að heilli marga að vinna í þessum vínbransa að vera bara á Ítalíu og Spáni í því allt sumari, ég var að kíkja á Vínegru við eruðum að kíkja það er náttúrulega draumurinn sko. Og vera að fara á okkar ráðstöfnur alltaf að ramma þér á því EBITDAn, kíkjum aðeins í hana, hún er að dragast alveg slatta saman, fer hérna úr 52 milljónum árið áður í 32,9 árið 2021 sem gerir 8,9% framlegð meðan við 15,8% árið áður. Og hvernig er þetta svona hjá hinum? Þú ert þá væntanlega að fara að bera Petit saman með þetta 15,8% hlutfall. Hvernig var þetta árið 2020 hjá? Þetta er þungt. Þetta er þungt. Nei. Þungur rýtingur. Við erum komin aftur í 2020. Já. Og eini staðan sem þetta er þungt á er Ólafía og Oliver. Já. Þau eru með neikvæði EBITu tæplega 1%. En Petit, þrátt fyrir stjörnu ár, er ekki með hæsta EBITDA hlutfalli heldur er það bíum með 24,5% EBITDA hlutfall. Já. Hvað er það að gera? 41 í EBITDA af 167 milljónar veltu. Þau eru bara að prenta. Það virðist vera. Já. Skemmtilegt. En hvað og bara þannig stökkvi strax á það. Við tökum hagnaðar hlutfalli bara í beinni. Já. Hvað getur við sagt? Hvað? Beinum teig. Já. Bara í teig. Já. Ég kem inn á hagnaðin líka hérna núna eftir. Já. Viltu taka það núna? Já, bara beinum teig. Já. Nei. Okay. Ég fer í hagnaðin fyrst bara. Hreinn hagnaður upp á 24,2 hjá Petit sem er flottur árangur þrátt fyrir lækkun milli ára. Voru náttúrulega í 40 árið 2020. Já, akkurat. Nú tek ég eftir einu líka hérna sem að við myndust á áðan. Fremst í ársendingunum. Þá er sagt, aukning veltu má skýra með verðhækkunum sem sjá má á aukningu kostnaðarverðs og launakostnaðar frá 2020. Hagnaðurinn minnkar á árinu samanborið við 2020 sem bendir til þess að verðhækkanir á söluverði í verslunum félagsins hafi verið mjög hóflegar. Já. Ekki þykir þörf á að hækka verð sérstaklega vegna þessa, þar sem sjáanleg meðalækkun og álagningu þykir ásættanleg. Þannig að þau hafa ráðist í verðhækkanir greinilega sem skiluðu sér ekki bættri afkomu, heldur öfugt. Já, akkurat. Þau hafa ekki hækkað nóg. Og þau adressa það þarna. Já, og þau adressa það þarna. Og þetta er einmitt. Auðvitað, svona viljum við fá í alla ásendingar. Bara rektu þetta fyrirtæki eins og sért á markaði. Einmitt. Upplýstu okkur neytendur það hvað er að baki. Sammála því. Þetta er einhver traust, finnst mér. En svo er hérna sjálfsögðu arðgreiðsla eftir þetta ágæta árhjáðum. Þetta skipti það 18 milljónir, thank you very much. Og þau hafa á síðustu 2 árum greitt sér úr 39 milljónir í arð. Já. Ég vil meina þau skilið. Þetta er orðið helviti flott hjá þeim sko. Já, klálega. En þetta er hérna einmitt hreinn hagnaður 2021, 24,2, 40 árið 2020. Þú ert með eitthvað hlutfall. Hagnaðar hlutfall. Já, það er sem sagt 12% hjá þeim 2020. Já. Og bíum átti eitthvað stjórn á árum með 19%. Já, vá. En bara eins og við segja í skýslunni, þetta hefur áhrif á hagnaðan, kemur niður þarna. Þannig að það er 6,5% hagnaðar hlutfall 2021. Hjá Petit. Já, 6,5, einmitt. Já, það er að fara úr 12 í 6,5%. Einmitt. Skemmtilegt. Eitthvað segir mér að það er núna verið að taka starfsfólk
á bakvið inn í möndurnuti og það er verið að öskra seljið meira Bugaboo. Hvernig var þetta hjá Ólafi og Óla hérna? Þú hefur gaman að nýjast að þeim? Nei, ekki, ég vil heyra það bara. Það er neikvætt 9%. Nei, Já, og þau eru eina barnafata verslunin í okkar samanburði sem er rekið með tapi. Já. En já, það skýrir sig sjálft. Þau voru ekki rekið með hagnaði. Heldur töpuðu 5,8 milljónum og sýndist mér fyrsta ári í þeirra sögu sem að þau voru komið neikvætt eigið fé. Já, það er svo leiðis. Og er alltaf leiðin í skrúfuna? Nei, ég myndi bara segja Ólafía er búin að vera erfið við Oliver. En það er bara eins og hundur og köttur og sískinni að slást. Stundum er þetta erfitt. En uppbyldið þetta er þetta erfitt. Þetta á að vera erfitt. Já, svo kemur þetta tilbaka. Herðu, þá förum við í efnahagsreikningin og við að sjálfsögðu höfum hann í boði Sútöpp í dag. Já. Og það er vor og sumarlínan. Og þau eru eða þeir hjá Sútöpp búin að vera alveg í óðaðun að koma þessu öllu, moka þessu út. Já, og margir sem að er að fara detta á þriðja brúðkaup. Já. Og það borgar sig að kíkja í Sútöpp. Já. Og fá ný sérsaumu fyrir þriðja brúðkaupið þetta sumarið. Já. Það er líka eitt skemmtilegt við það. Svo gleymist það náttúrulega líka, það eru brúðkaupið seft og 8. Já. Þetta er alveg, þetta heldur endalist. Endist það vel jólin. Já. En það er svolítið skemmtilegt að vera nýjum Sútöpp jakkafötum þriðja brúðkaupinu og nota jakkafötu sem þú varst í fyrsta brúðkaupinu á þjóðhátíð. Já, þetta gerum við það. Við erum jakkafötum í brekkunni með bakboka að gefa brauðstangir. Það mann enginn gleyma þér. Nei, það er ekki fræðilegur. Fólk myndi muni eftir á næstu þjóðhátíð. Já. Og ef ég þekki Jöss á Eilrétt, þá eru þeir að vinna allána fram á föstudag. Já. Svo eru þeir farnir einhvern dag. Sútöpp. Kæra þakki fyrir samstarfið, kíkið þangað í mælingu, þetta er allt sérsumað og flott. Já, sjáu ekki eftir því. Herðu, meiri gæði. Þá dembum okkur í efnahagsreikningin og skulum byrja á fastafjármunum. Það eru stórtíðindi þaðan. Þau eru að kaupa fasteign á Flókagötu. Takk fyrir. Yes. Reyndar er það bara fyrir 16 milljónir, svo ég áætla að hér séum einhvers konar geymslupláss að ræða. Flókagötu? Já, mér finnst það bara svo skrítið. Eða þú veist, hvað gæti verið, þú keyptir ekkert íbúð fyrir 16 milljónir árið 2021, þú veist, eða fattar mig? Hvað sagði, Flókagata? Það kemur ekki fram, það stendur bara á Flókagötu. Já. Þú veist, þetta hlýtur að vera einhvers konar geymslupláss eða lager bara. Það, sko, ég veit að þetta er þarna niður í bæ, sko. Ég heldur bara, finnir ekki meira svona bachelor íbúða place heldur en Flókagötu. Já, en þú kaupir ekki fyrir 16 milljónir. Hvað ætlar þú á þessum tíma varst að fá 13 fermetra íbúð fyrir það, sko? Já, ég held þetta sé bara einhver 30 fermetra íbúð sem hefur verið að hendi í útlegu, sko. Hvað heldur það? Nei, ég veit það ekki. Það ég veit ekki. En þau eiga klapp skilið fyrir að kaupa. Já, klálega, og við erum náttúrulega miklu aðdáendur þeirra. Er það hér? Nei, það er ekki hér. Við erum ekkert að fikta í þessum tökum. Okay. En fyrir þessar íbúði tekið 60% lán sem sagt fyrir 9,6 milljónir og hún stendur á 15,5 miljón krónar bókfærið virði undir fastafjármunum, en það er einnig að finna bifreið, áðurnefnda bifreið fyrir 3,3 milljónir og svo sem fyrirtækið í Svíþjóð Petit Stories Stockholm AB á 3,1 miljón. Og svo eru komin hlutabréf fyrir tæpar 3,8 milljónir. Nú? Og það kemur því miður hverki fram hvaða hlutabréfa eign þetta er, en hún er keypt 2021 og sennilega ekkert ólíklegt að þau hafi tekið þátt í... ICR? Nei, Íslandsbanka útboðinu. Það er náttúrulega ICR 2020. Já, er það svona langt síðan? Já, Íslandsbanka útboðið sumarið 2021, sko. Já. Og það var svona heitasta útboðið á síðast ári, þó voru þau nú nokkur heit, sko. Já. Þannig að þú veist, ég veit ekkert hvort þessi bréf séu undir Íslandsbanka eða ekki en þau allavega fóru í fjárfestingu fyrir 3,8 milljónir en já, þá eru fastafjármunir upptaldir samtals 25,7 milljónir sem er stóraukning frá árinu áður en það kom með þessa fasteign inn í spilið en þá er það veltufjármunir og þeir standa í 71,9 milljónum króna og þar eru vörubirgðir hæstar 27,7 milljónir króna og ef við skoðum velturhraðan á þessum bænum þá erum við að sjá tæpa 5
sem þýðir að þau eru að velta lagarnir hjá sér 5 sinnum á ári sem gerir biðtíma upp á rúma 73 daga. Já. Og ég held að það sé bara svona nokkuð normalt. Hvernig er þetta hjá öðrum? Sko, ég veit hvað þú ert að reyna að fá út mér. Þú vilt níðast á Ólafi og Óliver. Hvað er að frétta á þeim? Það er það. Þú veist hvað er í vændum. Ok. Og þú egnir mig áfram í þessa átt. Er það ekkert að hreyfast að það hjá þeim? Nei, sko, þetta er ef við bara eitt hérna sem ég er búin að vera að gera, kannski okkar fyrstu hlustendur sem vilja að veita aðhald. Þeir geta hlusta á fyrstu þættina og séð laziness þegar við tókum bara birgðastöðuna á því ári. En réttast er að taka meðalbirgðastöðu sem er semst birgðastöða milli ára og deila með 2. Ég hef reyndar alltaf tekið meðalbirgðastöðu. Já, það hef ég ekki gert. Sá óbyrgi hefur ekki alltaf nefnt því. Bara from day one, alltaf meðalbirgðastöðan. Ég var alltaf að vera að bíða eftir einhver svona myndi napp okkur. En það bara gerist. Ég held að gerði þér alltaf meðal. Nei, nýbyrjaður að því. Það er svona kannski 7 þættir síðan. Þriðja testamentið, prónefnd viðurkenndra bókara hérna. Ég veit allt um þetta. Ég veit allt um þetta. Ég bara nefndi þessi. En ég nefndi þessi í dag, út af því að það er orðin kannski aðeins meiri pressa á að standa sig vel, sem við erum að reyna að gera. En allavega, birgðastaðan hérna hjá Ólafi og Óliver, meðalbirgðastaða er 39 milljónir. Og nú ætla ég aðeins að gefa þér lítinn heilabrjót eins og hlustendum. Kostnaðarverð seldra vara hjá þeim með 33 ár. Já, það er svolítið lægra en byrðirnar. Já, þannig að þetta er hlutfall sem við höfum held ég ekki séð hingað til. Undir ásnum. Já, þetta er 0,9 og það var ekki að hlæja þessu. En eitthvað segir mér út af því sko, ok, reynum að... Þetta er meira en ár að rúlla þá lagarinn hjá þeim. Sko, biðtíminn er 427 dagar. Já, þú sér það sko. Þetta er, ég veit ekki hvað þetta setið í samhengi við. Þú ert bara einhvern veginn að, heyrðu, við pöntum þetta inn 1. janúar og hvenær ætlum við næst að hreyfa við þessu? Þú veist, er það í apríl á næsta ári? Er þetta þá farið? Ég veit ekki, þetta er bara einhver svona meðal. Ég vildi óska þess að þetta væri gott, en þetta er ekki sérstaklega gott. Nei, því miður, það er bara, við verðum bara, þetta er bara opinber gögn og við erum bara að miðla þeim hérna. Nú erum við bara með glerugu greinandans. Við erum bara með glerugu greinandans. Stóðmjólkin er að horfa á okkur. Hann er að fara að kaupa í þessum bransa. Hann horfir á þetta og það fyrsta sem hann sér er bara 0,9. En eitt, ef við tökum Ólafi og Óliver sem að berjast eins og hundur og köttur hagnað og tap hérna milli ára, þá eru þau að lenda í einhverju harki hérna milli 19 og 20. Þau voru að velta eiginlega alltaf yfir 100 milljónum. 2019 veltaði 97. Svo eru þau komin niður í 67. Þau eru eina fyrirtæki sem við hleypum inn í hennar samanburð. Bara á fordri frægð. Og þetta er við erum með smá djús þetta. Þau eru náttúrulega bara nýfarin að vera með netverslun. Já. Og okkar heimildamenn sögðu að þau hafi verið eitthvað erfið til að henda upp netverslun. Svo kemur COVID og eitthvað segir manni að þau hafa bara tapað og að missa alla... Þarna eru þau bara að verða undir hreinlega, sko. Já, og kannski þetta endurspegli sig í þessari hérna, þessu velturhraða byrða sem við erum að lesa í. Að þau kaupin byrði 2019, lendi í hark árið 2020, sitja byrðunum milli ára og veltan dregst saman en þau eru ekki ná að koma út byrðunum sem að endurspegla sig í 427, sem er að hæsta sem við höfum séð. Já. By far, ég held bara, bara langsamlega hæsta, sko. Já, þú tókst Petit 2021 eða ekki? Jú. Ok, þetta er 8,4 2020 sem er biðtími på 43 daga. Já, ok, þannig að þetta lækkar svona á milli ára. Já, bara nokkuð gott. Bíum er með 1,8 komið svolítið óvart, sem er biðtími på 205 daga. Og 9Kids 6,1 eða 60 daga, þannig að þú veist 9Kids og Petit eru að ná að velta lagarnum alveg nokkuð duglega. Á meðan að Bíum sem er góða ebitu virðist ekki vera því. Nei. Já, þannig er ég tendur. Þú ert tendur. Þannig að þetta er, þau virðast bara vera þarna fremst í flokki í þessu. Já. En allavega, svo við höldum áfram þá bara með veltufjármuni. Örstutt, þá næstu eftir byrðum, þá eru erlendir lánadrottnar fyrir 27 milljónir og það tengist vantilega eitthvað þessari erlendur netverslun. Ég myndi halda íslenska félagi bara í kröfu á það sænska. Það er náttúrulega eigu sömu aðila.
Því næst það handbært fé, það fyrir 14,7 milljónir sem bara nokkuð lagleg pingja með við þessar arðgreiðslur og kaupa fasteign og ég veit ekki hvað. Það verður að pumpa út kísukúlum. Já, veistu það. En svo restin bara eitthvað, þú veist, klink sem breytir engu. En þetta skilur félagið eftir í eignastöðu upp á 97,5 milljón sem bara frábær árangur. Mikil uppbyggingarfasi búin að vera að eiga sér stað og standa bara nokkuð vel. Þá það skuldirnar, en við kannski komum inn á það að þessi samanburður okkar, hann að sjálfsögðu í boði Keldunar. Ávallt í boði Keldunar. Og það hægt að kaupa áskrift til að fá þetta sama format og við erum með á þessu. Við erum með þetta í Excel, bara get ekki hrósaði nóg hversu mikið þetta hefur sparað tíma minn. Og það eitt sem þetta mikill tímasparnar að sækja þetta. Þú ert að sækja flesta tölur sem var annars að pikka inn, skráða okkur áskrift, takk. Eitt sem ekki splunkunýtt, en ég nýbúin að taka eftir og ég viðurkenni það alveg fyrir Kidda. Kiddi ekkert að fara að ráðast á mig. Að ég var svolítið að sækja inn á RSK til að sjá raunverulega eigendur. Já, en það er búið að breyta því. Komið inn á Kelduna. Það komið inn, tók eftir því. Ég ætlaði að reyna að koma því að fyrir í þættinum. Að ég spottaði þarna að hún Anna, eigandi Petit, skráði Svíþjóð. Já, það svo. Já, þannig að Keldan, þetta stöðug þróun. Fylg maskina. Já, skemmtilegt. Og svo bara hægt að sjá samanburð, einmitt eins og við erum að gera, samanburð á milli iðnaða eða fyrirtækja, bara einhverja. Þannig að það er gífulegt valjú. Grunninnviður í greiningu hjá Pingjunni. Gjörsamur grunninnviður. Og öllum betri greinendum landsins. Já. Herðu, þá kíkjum á skuldirnar. Þau gera sér lítið fyrir árið 2020 og greiða niður restina af langtímaskuldunum sem voru tæpar 5 milljónir. En núna 2021 þá eru þau samt að bæta við sig öðru langtímaláni sem ég nefndi áðan út af fasteigninni fyrir 9,6 milljónir. Já. Og það stendur lok árs í rúm 7,7 milljónum. Þetta eina langtímaskuldið þeirra. Þó af skuldunum þeirra þá langstærstu hluti bara þessar skammtímaskuldir 42,5 milljón. Og þar ber hæst að nefna lánadrottnar fyrir tæpar 11 milljónir. Ég get ómögulega átt að mig... það una eða? Ég una í bankana, ég veit það ekki. Ég get ekki átt að mig á því hvað það verður bara að liggja milli hluta. Svo það bara einhverjar ómerkilega stærðir eins og virðisaukaskattur og áalluður tekjuskattur og tollstjóri, bla bla bla. Þetta er skilgreint mjög ítalið í reikningum, við þakkum enn og aftur fyrir það. Þetta er eitthvað sem nei, samt var það, voru skammtímaskuldinnar. Ég held að tilgreint þannig hvað þau skuldi tekjuskatt og fleira sko. Já, var allir fjandinn. Tollstjóri, lánadrottnar. Já, ég að segja það er bara undir inn í efnahagsreikningum. Ógreitt vegna starfsfólks. En þetta svo þetta líka, þetta bara alltaf eitthvað sem hangir yfir áramót og líklega greitt bara á fyrstu mánuðum á nýja árið. Þannig ég nenni aldrei að gera sér einhver frekari skil sko. Sammála því. En við skoðum að sjálfsögðu skammtíma greiðsluhæfið. Það það sem við viljum skoða. Það príðiskott hérna, veltufjárhlutfall upp á 1,69 sem þó þeirra lægsta síðustu 6 rekstrarár og hefur verið að fara lækkandi en þó svona langt innan pingju viðmiðsins sem ásinn. Pingjanex 3. testamenti, það segir ásinn. Við viljum halda því við viljum ekki að halda því innan ás, við viljum halda því yfir ás. Yfir ás, akkurat. Svo, ég ætla ekki að fara að setja út á þau hér. Svo í fullkomnum heimi þá viljum við náttúrulega að sjálfsögðu hafa lausafjárhlutfallið yfir einum líka. Ég er svolítið eins og í Kana. Vilt fá einn ás, en fleiri er gott. Já, einmitt. Algjörlega, bara... Allt er óþarf að vinna. Spilar ekki í Kana. Nei, en þú veist, ég skil punktinn. Þau eru að sleppa með 1,04 í lausafjárhlutfallinu og liggja náttúrulega ágætis lager svo þetta er svona smá fall frá veltufjárhlutfallinu en þó bara fínn árangur. Þannig að heildarskuldir félagsins eru rúmar 50 milljónir og skuldahlutfallið orðið 51,6% sem bara stór fín staða. Hafa verið að lækka þetta alveg samfleitt á hverju rekstrarári frá upphæði þannig að þetta er fagnaðarefni á tímum sem þessum að vera búin að grikka svona af skuldunum. Svo vil ég aðeins bara lokum dreipa á eigin fénu. Það er nú lítið en þó öflugt. Það er eiginlega bara eitt faktor fyrir utan hlutafé og lögbundið varasjóð og það er óráðstafað eigið fé. Það stendur núna í 46,6 milljón takk fyrir. Þannig að þau hafa nóg svigrúm til greiðslu og arði ef svo ber undir bara. Já, pump út. Dæla þessu sko. Já, bara pump út. Þannig að ég er svona eiginlega tæmdur og varst þú með eitthvað skuldahlutfall á þessum stofnunum? Ég veit alveg hvað þú ert að fara, helvítis illskvitnin þú vilt bara vita Ólafi og Oliver. Er þetta alveg...
Skuldaðu fyrir haus? Nei, já, í dag eða þarna 2020, erfitt ár þau hafa alltaf verið rekin með góðu sko, réttu með 0 en jú, þetta stendur í 103%. Ok, þau eru að fara yfir skitna 100. Já, þú veist, skuldur upp á 78, eignir upp á 76, þannig að það veltu fjárhlutfalli 0,82 sem svona, já, þau eru ekki með ás á hendi í kana og lausa fjárhlutfalli 0,06, þannig að það bara ef það er bara byrðirnar eru einu eignirnar já, basically sko já. Svona bara heilt yfir þetta hljómar sem lagersala fljótlega sko nei, þú veist, ég bara kasta fram helvítis illkvitnin í nei, þetta lítur bara ekkert vel út og ég bara segja, þú veist ég bara túlka gögnu ég held við endum þetta bara á verðmatinu ég mentaði fjármálaverkfræðingur, ég hlýta með að segja eitthvað já, ég meina, sem greinandi við horfum í gegnum þetta ég er ekki ráðgjafi samt nei, við horfum bara á þetta eins og þetta er þetta lítur ekki nógu vel út en 21, ég hef trú á 21 og við erum náttúrulega komnið tæpa 8 mánuði inn í, 7 mánuði inn í hérna 22 og þau eru nú ekki búin að leggja upp laupan enn svo það er sennilegast alltaf horfa til betri vegar 2020 það verið erfitt en hinnar, hvernig er svona skuldahlutfalli heilt yfir í þessum bransa? Bara nokkuð heilbrigt, það er allir yfir einum nema Ólafía undir einum já, skuldahlutfalli, já það er 77% N-Kids, B&B 47 Barnaloppan 74 það er allir yfir einum í veltufjárhlutfallinu allur gangur á þessu, já það er svolítið yes ég ætlaði bara að enda þetta þá er ég bara tæmdur verðmatið, létt verðmat hérna já, við sjáum það, petit sko ég gleymi þessu alltaf og er alltaf að pirraður þegar þú kemur með já, petit hérna með 7 sinnum EBITDA 2020, hugsaðir þeir eru verðmetnir á 364 miljónir 2021, 223 ár já, það lækkaði bara mitt ára erfitt næstu þar á eftir B&B 287 Barnaloppan er ekkert svo gamalt verðmetin á 45 miljónir hérna samkvæmt 7 sinnum EBITDA 9 Kids 85 og Ólafi Oliver, ég veit úr þetta svona eggina mér að segja en þau eru basically bara með neikvæð EBITDA sinnu 7 sem er mínus 3,7 þannig að þeir borga fólki fyrir að taka við rekstrinu basically bara hérna ef einhver vil taka við okkur þá bara er það í góðu en ég er þá bara tæmdur já, svo sem líka bara til að draga þetta svona saman þá held ég að hérna þess að ég hef búin að gera þetta bara mjög vel á stuttum tíma og verðast búin að vera svona bara ná mjög góðum tökum á þessu módeli sko já, þetta er bara the go-to barnamatverslun í dag það er spurning hvort þessi í stakk búin bara jáfnvel til að fara að bæta við sig opna búið að Akureyri kannski skal ekki segja ætlum við sem að gleyma einhverju landsbyðar já, alveg potið sko hérna en það er greinilega nægt tækifæri samt í þessum barnavörubransa sko. Fólk mun að minnsta kosti ekki hægt að eignast börn á næstunni þannig að ég held að mjög bjart framöndan bara hjá Petit og sem á öðrum barnavöruverslanum svona öllum, svona flestum flestum en helvítis illkvinni þetta lítur ágætlega út þú er bara nasti herri, eins og við nefndum hérna í byrjun þáttar þá erum við á leiðinu núna í 12 vikna frí viku frí já við verðum ekki næsta þriðjudag en við komum galvaskir þriðjudaginn 9. ágúst aftur mögulega með bætt nýtt introlag og nýja seríu það verður sami í Eyjum helgina og eða sjáu gaur í jakkafötum í brekkunni með póka fullan af brauðstöngum það var líklegast ég það var Arnar á meðan að ég verð heima með kelduna og payday senda út reikninga og greina finna 7 sinnum EBITDA hér og þar herðu, og kannski bara lokum minna á Deep Into Pingjan Facebook-hópin okkar endilega hérna kíkið þangað inn og sláist í för með okkur þar samfélag fyrir hugraka og við hérna þá segjum við þetta bara gott að sinni, það ekki? Verið sæl hafið það gott